Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verður velkomin í þátt númer 30 og hvort það 2 eða 3? Já, það þáttur 33 af því að síðasti þáttur sem ég tók upp var í 2 hlutum. Þannig að þetta þá 33. þátturinn þó að ég hafi tekið upp bara 31. Þannig að já, verður velkomin í þátt númer 33 af þessu hlaðvarpi. Í dag átti ég aðeins erfitt með að finna hvað mig langaði að tala og fór eitthvað að leita mér að innblæstri. En í þeirri leit þá var ég ágætlega fljótur að kveikja á því að tala kannski aðeins þetta sem að eitthvað sem að ég hef haft svona passívan áhuga á nokkuð lengi. Og það eitthvað sem að snertir okkur öll en alveg ágætlega beintengt þeim sem að eru að læra tungumál sérstaklega. En þetta einfaldlega skömm. Skömm þýðir þá shame á ensku. Skömm ágætlega magnað fyrirbæri. Þetta tilfinning og einhvers konar mannleg upplifun eða jafnvel það reyndar fleiri dýr heldur en bara maðurinn sem að finna fyrir skömm. Til dæmis þetta til fullt af hundamyndböndum þar sem að hundar sýna það í eðli sínu að þeir skammast sín fyrir eitthvað og virka þá mjög mennskir. En þetta þá allavega náttúrulegt eðli að finna fyrir skömm. Það ágætlega erfitt að segja til af hverju við finnum fyrir þessari skömm og það misjafnt hvað veldur því. En það allavega greinilegt að þetta býr til einhverja grunnstoð fyrir það hvernig við sem lífverur búum í samfélagi með öðrum sem að hafa þá ákveðna staðla og ákveðnar væntingar til þess hvernig við erum og hvernig við högum okkur. Og þá þegar að einhver brýtur einhverjar siðareglur að þá upplifir einstaklingurinn skömm fyrir það. Allavega þegar að hann gripinn við það að hafa brotið einhverjar siðareglur. Því það mikilvægt fyrir lífverur sem að eru félagslegar lífverur, eins og til dæmis hundar sem að veiða í hópum og manneskjur sem að búa í samfélögum, að þá mikilvægt að við upplifum þessa skömm þannig að við getum aðlagað okkur að því að búa og lifa með öðrum. En flestir upplifa skömm óþarflega mikið og kannski meira en það hefur gott af að upplifa. Því það mjög fáum sem að líður vel við það að skammast sín. Þetta mjög neikvæð tilfinning. Eða allavega hún erfið. Hún tengd einhverju sem að okkur þykir vera neikvætt og eitthvað sem að við getum skammast okkar fyrir og eitthvað sem að við upplifum að við ættum að geta gert betur seinna eða að einmitt ekki gera þennan sama hlut aftur. En hvað sem okkur finnst þetta
Það að segja tilfinninguna skömm og hvort við upplifum hana mikið eða lítið, eða hvort við upplifum hana sem bara allt í lagi tilfinningu, eða að okkur finnist hún vera versta tilfinningi í heimi, þá hún allavega óneitanlegur hluti af okkur. En hvernig væri hægt að beita henni? Því það þarf ekki að vera raunin að hún sé okkur endilega bara neikvæð. Ef hún óneitanlegur hluti af okkur og við munum upplifa hana á einhverjum tímapunkti, af hverju ekki að nýta okkur hana? Því pældu í því hvað það eru margir hlutir sem að þú manst ennþá. Segjum til dæmis stakir vandræðalegir hlutir úr grunnskóla. Þessi klísja að hafa gert eitthvað félagslega vandræðalegt á einhverjum tímapunkti þegar maður var í kringum 10 til 14-15 ára aldurinn. Og við munum þetta ennþá það vel að við erum kannski að rifja þetta upp þegar við getum ekki sofnað. Það allavega klísja að þetta séu margir sem að gera þetta, að þessar minningar ásækja okkur þegar að við búumst síst við því. Pældu í því hvað það væri magnað að geta bara munað hluti án þess að reyna svo mikið á sig bara vegna þess að það þessi tilfinning sem að var tengd þeim. Því það einmitt málið. Skömm mjög sterk tilfinning. Því að ef að okkur væri sama að hafa gert eitthvað rangt eða eitthvað sem að væri skammarlegt eða neyðarlegt, ef að við upplifum það ekki sem skömm, þá við ólíklegri til þess að muna eftir því að hafa gert eitthvað rangt. Allavega mun ólíklegri til þess heldur en ef að við hefðum upplifað þessa skömm. Þannig að ef að þú ert að reyna að læra eitthvað, að reyna að festa eitthvað í minni, þá má alveg nýta sér skömmina til þess. Það væri til dæmis hægt að hugsa það þannig að maður skammist sín fyrir það að muna ekki einhvern ákveðinn hlut. Til dæmis man ég eftir því að hafa verið skammaður af vini mínum fyrir að muna ekki hvaða dag ársins hann átti afmæli. Þegar það gerðist þá var það ekki afmælisdagur hans. Þetta var hreinlega bara einhvers konar viðbragð við það bara, hvað meinaru? Veistu ekki hvenær ég á afmæli? Og það gat alveg verið að ég hafði einhvern tíma vitað það. En það að það var settur þessi skammartónn á bakvið tjáninguna og mér leið eins og það væri verið að skamma mig, þá man ég það ennþá hvenær þessi vinur minn á afmæli, þessum mörgum árum seinna. Og þó að ég sé ekki í jafnmiklu sambandi við þennan vin minn, þá man ég það alltaf hvenær hann átti afmæli eða á afmæli, bara vegna þess að ég var skammaður fyrir það. Þetta eitthvað sem að þú getur gert við sjálfan þig, valkvætt, optionally, við það eins og til dæmis að skammast þín fyrir það að muna ekki einhverja ákveðna, til dæmis beygingartöflu einhvers nafnorðs eða sagnorðs. Að þú getur, þegar þú átt fyrir því andlega, hreinlega skammað þig fyrir að muna ekki eitthvað sem að þér finnst að þú ættir að vera búin að muna. Því að þú tengir skömmina við það, þá þýðir það að þér var ekki sama, þú hafðir beinan áhuga og í kjölfar þessa þá getur þú farið að muna þessa hluti jafn skýrt og þessi vandræðalegu augnablik úr grunnskóla. Það mjög sértækt dæmi, it's a very specific example, það hvernig þú getur nýtt þér skömm í smáatriðum
en það mjög almenn og vel þekkt leið til þess að nýta sér hugmynd sem að skátengd skömm sem að þú getur nýtt þér til þess að halda þér við það sem þú ert að gera. Og þetta það sem að eiga sér ábyrgðar aðila. Þetta eitthvað sem mjög þekkt út frá alkohólista samtökum þar sem að þú áttir einhvern ábyrgðar aðila sem að sponsorinn þinn, sem einhver í þínu lífi sem að veit hvað þú ert að ganga í gegnum og einhver sem að þú getur stólað á að hjálpi þér þegar að þú ert á sem verstum stað, þannig að þú hafir eitthvað að halda í áður en þú fellur í bindindinu þínu. Það mjög botnrýnin leið til að sjá þetta kerfi fyrir sér. It's a very pessimistic or a bottom observing way of seeing the system. En önnur leið væri eins og til dæmis að segja einhverjum frá því að þú sért að reyna að vinna í einhverju markmiði, að eins og til dæmis að þú ætlir að fara í ræktina á hverjum degi næstu 2 mánuðina og jafnvel veðja á það, gera einhvers konar samning við einhvern vin þinn að ef að ég geri þetta ekki í 2 mánuði og ég bregst markmiði mínu, þá mun ég borga þér einhverja peninga upphæð eða ég mun gera eitthvað fyrir þig sem að mig langar ekkert að gera. Þrífa bílinn þinn eða gera eitthvað vandræðalegt. Þá ertu að nýta þér það að þú vilt ekki upplifa þá skömm að bregðast bæði þá þér og einhverjum öðrum. Þá hefur náð að nýta félagslegu skömmina. Auðvitað getur þetta verið hættulegt að fara að nýta sér skömm of mikið ef að maður hefur ekki andlegu tökin á því. Fyrir þá sem að ég segi ekki veikir fyrir, en þeir sem að kannski veikburða andlega og mega kannski ekki við því að bæta við skömmina sína, þá getur þetta gert illt verra fyrir þá. Þessir einstaklingar gætu þá lært að óttast mistök enn meir, en eitt af því sem að þeir sem að læra tungumál þurfa að komast yfir það að óttast ekki að gera mistök. Þau óhjákvæmilegur hluti þess að læra, jafn flókin hlut og tungumál og ef við förum að óttast að gera mistök, þá förum við að gera minna yfir höfuð og hægjum þá á framförum okkar. Og það sem að getur verið næstum því versta afleiðing þessa væri að maður færi í fast hugarfar, which is my attempt of translating a fixed mindset. Þar sem að þú gætir jafnvel bara ræktað með þér skoðun sem að hljómar eins og ég bara get þetta ekki og ég mun aldrei geta þetta. Ég segi að þetta sé verst af því að þetta útilokar möguleikan á því að geta lært nýja hluti, því að þú ert búin að ákveða það fyrir þig andlega að það sé ekki hægt að gera betur, og þá ein af grunnstoðum þess að geta lært eitthvað yfir höfuð farin í burtu. Ég ætla að stökkva í síðasta punktinn hjá mér sem að var hugvekjan að því að ég ætlaði að tala þetta, og það að segja það og fullyrða að það í rauninni enginn sem að dæmir þig
meir heldur en þú sjálfur. Fólki almennt sama þig af því að það uppteknara af sjálfu sér. Auðvitað fólk sem að þykir vænt þig og fólk sem elskar þig og fólk sem að í kringum þig sem að hugsar þig, en þú ert uppteknari af þér heldur en þú ert af öðrum, og það sama á eiginlega við alla aðra líka. Og það þýðir að þú mátt alveg við því að gera mistök. Þú mátt alveg gera einhver klúður þó þau séu stórvægileg á augnablikinu sem þau gerast, eða að þú segir til dæmis eitthvað ótrúlega vandræðalegt á þínu máli sem þú ert að læra. Þá það bara eitthvað sem að þau heyra og kannski hlæja að í augnablikinu og gleyma því svo. Þú ert að fara að muna það mun betur hvað þú gerðir sem var vandræðilegt heldur en hvað þau munu gera sem að voru hinum megin við skammarlega augnablikið. Þannig að pælingin mín hefur verið þá sú, ef að ég rifja eldsnöggt upp það sem ég búinn að segja, þá það að skömm hluti af okkur öllum og við getum nýtt okkur það ef að við viljum og getum. Það til hlutir sem að betur til þess fallnir að nýta sér skömmina við að bæta sig betur, og það til hlutir sem að maður ætti innilega að passa sig að nota það ekki of mikið. Og þá líka að vita að skömm sem að þú heldur að komi að utan miklu frekar að koma að innan. Að þú dæmir þig harðar en aðrir gera. Og þess vegna hvet ég þig til þess að prófa að tala bara meira. Að gera fleiri mistök og sjá hvort að það rætist ekki fyrir þér. Að þú kunnir meira af góðum hlutum innan þessa nýja tungumáls heldur en þú kannt af slæmum hlutum. Þér gæti þótt að vandræðalegt að kunna ekki að tjá þig jafn vel á íslensku og þú kannt á þínu móðurmáli, en þú getur þó tjáð þig. Og jafnvel þó þú beygir eitthvað orð vitlaust, þá aðilinn sem þú talar við að fara að skilja þig. Og þá hefur þú náð markmiði tungumála yfir höfuð, að þú hafir tjáð þig til einhvers og að sá aðili hefur náð að skilja þig. Þannig að ef ég ætla að skilja þig eftir með eitthvað frá þessum þætti og frá þessu tali, þá það að ég hvet þig til að þora. Því skömm ekkert til að óttast. Hún bara hluti af okkur. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.